En við byrjum á heiðursverðlaunahafa íslensku tónlistarverðlaunanna. Þeir HL og EP sem saman mynda svo enska orðið HELP, en flestir þekkja sem Halldór Laxness og Elvis Presley, eru þeir sem einna mest áhrif hafa haft á manninn sem fær heiðursverðlaunin í ár. Þessi fyrrum bassasöngvari úr Fílharmoníukórnum hefur reyndar verið áður tilnefndur. Þá kom hann sér undan því að taka við þeim úr höndum Finns Ingólfssonar ráðherra á þeirri forsendu að hann fengi ekki pössun. Í ár eru 40 ár síðan fyrsta platan hans kom út, en hann samdi fyrstu lögin miklu fyrr þegar hann var 11 ára. Megas er heiðursverðlaunahafinn og Helgi Seljan og Egill Eðvarsson hittu hann í morgun. Hvernig var að dansa fyrir afa, Fríða, Fríða? Hvernig var að dansa fyrir afa, Fríða, Fríða? Nei, þú flögur bara burt og þú daðrar mikið lengi og víða. Megas sæll. Hvernig hefur það? Ég ágætt þakka þér fyrir, bara vel ferskur og fiskur og allt. Hvernig líst þér á að fá þessi heiðursverðlaun, íslensku tónlistarverðlaun? Ég veit ekki hvernig mér finnst nafngiftin, en það er alltaf gott að fá peninga. Er þetta mikið af monningum sem að? Ég bara veit það ekki, en peningar, ég meina, fyrir mann af mínum status eru allir peningar góðir peningar. Nema, það komið vondum áttum. Ég tel að það sé ekki svo núna. Þú hefur áður komið til greina sem handhafi þessara verðlauna? Jú, ég var eiginlega valnefndarinnar eitt árið, en ég frá syni mínum fyrir mér skildi og hvers fremur vilja vera að sinna afkvæminu heima heldur en að henda því í einhvern eða þá draga með mig niður Hótel Borg því að skilyrðin fyrir því að ég fengi peningana voru þegar ég mætti á hátíðinni og tæki hendina á ákveðnum einstaklingum sem ég hafði ekki geðið mér til þess að snerta nokkuð nátt. Þú ert þá að tala ráðherrann væntanlega ekki? Jú, ég er að tala ráðherrann. Fagnaði í gömur auðsátt þessi stríða blíða og fyrrum varir byrjuðu að stríða. Þetta núna í ár er 40 ára afmæli frá því þú gafst út fyrstu plötuna þína. Það er annað afmæli líka, er það ekki? Því að það eru 5 árum betur, 45 ár síðan þú... Ég svona endurhóf þá iðju að búa til dægurlög. Það er að segja, þegar ég var ungur drengur og sá það að lúserar getur kannski orðið vinnarar. Það er að segja, mítanum Elvis Presley. Þegar ég sá vörubílstjórann kominn í spotlightið, þá sá ég að ég sem uppnum svona frekar lúsir með löngu eyru og ég sá að það var ekkert til þess að hamla, sko. Og fór að líta í kringum mér, svona 11 ára gamall, hvað ég hægt að syngja því sem var í gangi, en ég fann ekki neitt. Svo ég sá að mér var nauðrið kostur að búa til sjálfur. Og ég samdi einhver lög, þangað til Elvis Presley fór í herinn, þá byrjaði ég að vera munaðarlaus og geta ekkert gert og hætti því. En svo hóf ég aftur 66 þegar uppsafnuð gremja var að fara að umbreytast í svona hugarkrabbamein, þá fékk ég útrás fyrir gremju mína og allt böggið sem að hefði ásótt mig þá í því að ekki að búa til svona dægurlög. 66. En er það ekki rétt að meðal þessara laga sem þú samdir undir áhrifum frá vörubílstjóranum Presley hafi verið gamli Sorry Gráni, var þetta? Já, lögin voru sjálf sér ekki undir áhrifum frá Presley. Það er nú fyrir að vista á samdan engin lög og yfir lögi þá var hans maki fólkin í hlutum sem ég taldi mig ekki þá yfir að ráða en ég hafði kynst því að ég kunni skráða nótur, ég var mér myndlistamaður fram að því og myndlistnótnanna var til þess að ég fór að prófa það að búa til lög, sko. Og fór þá að leggja áherslu að búa til lögin þannig að ég geti sett upp í mig, sko. Og
þau lög, flest sem ég samt svona þessa 11 til 13-14 ára gamall, þau hef ég notað síðar og enginn tekið eftir því að það væri neitt þroskamunur af þeim. Þeir riðu 18 eins og gengur eftir miðjum Reykholtsdal með nýja hjálma, nýja skildi, nýja skó og troðin möl. Það er engin breyting fyrir raunur á mér þessi 45 ár, hvað verður að semja lög nema hvað þau voru vandaðir því ég var lítill. Ertu að semja verri lög núna? Ekki verri, nei, en það verður hrörri. Unnandi hluta á nafna líkum þá skrift að tætast í sundur ögn fyrir ögn og una þvílíkri tyft. Ég las það einhvers staðar að þú hefðir einu sinni verið í fílharmoníukórnum sem var stungu maður. Jú, ég veit ekki til hvað það sem upptakað því, en það getur verið það. Ég söng með fílharmoníu, þá söng ég í 9. symfóníu Beethovens, bassi, og það var ansi mikið hitt hjá mér það. En það rúmast bara ekki fyrir okkur til þessplötu, sko. Það er 1 klukkutími og 20 mínútur eitthvað cirka. Það tekur svolítið pláss. Já. Hætt að gráta, hringa gná, heyrðu ræðu mína. Sögu vil ég segja stutta. Megas klæddur og kominn á ról með snilldarverk íslenskrar tónlistarsögu, Iðunn. Hvað með myndlistina? Þú ert náttúrulega menntaður myndlistarmaður, ertu að mála? Það heitir það, nei, ég er ekki málrendur. Ég var mikið í myndlist fram að svona 10-11 ára, þangað til Presley tók við og Halldór Laxness var fyrir. En heimsstyrjöldin seinni, hún stóð hjá mér til 55. Ég tegnaði ekkert nema styrjaldir og tígugang. Svolítið að þeir komið mér til hjálpar þarna EP og HL sem myndur help saman og ég á daglega gerð og losnaði. Það var loksins samið frið í seinni heimsstyrjöldinni 55 og ég hætti þar með að teikna en reyndar kom svona bútar tímabil. Ég fikk jólagjöf bókina sem var gerði með myndum Muggs og fekk á ansi mikinn teikna á og teiknaði mikið þann tíma. Og ég var lengi vel með menntaskólanum í teiknunámskeiðum í svona fyrir amatöra, fyrir áhuga fólk í myndlistaskóla. Á þriðjudögum þegar Kristur kemur á KFUM-fund og gefur börnunum dóp og segir komið til mín ef þið vilja meira og þau mæli ekki orðum fylgja honum eftir í hóp. En Guð býr í galiðinni amma að geymdu handa mér meðar blómiða amma. Á daginn þegar Kristur klappar sér á kúluvömbin og dæsir og segir nú og skipar þér höstulega að koma með krossinn. Kaldal sé væntanlegur klukkan 3. Þú myndist á HL, eins og þú kallaðir hann. Er hann sá maður sem hefur kannski haft hvað mest áhrif á skáldskapinn? Líkt á, frá Presley hafði maður alltaf kaldalahillurnar, það er síðan kótaða texta, neðra texta, en hvítu sérstæðnir, þeir vildi ekki að þetta heyrðist og þeir vildi að kóta það sem þeir voru að segja, Það var venjulega mjög knappu formi, Og það, Presley lærði ég að kóta og gera stutta hluti. En frá Hávar fékk maður allan skalan, allt frá alveg svona setningu með örfáum orðum upp í setningar sem stóðu margar blaðsíður. Svolítið að þar lærði maður allan skalan. Græn á regnvota Reykjavík, ég var á röltinum nætur og urðaði lík. Hvert líður
Fljúgðu burt þínar léttúðu dætur. En það lengi von á einum, þarna hann, svaka sætur. Og fyrir mann sem allir að komast í spotlightið sem dagurlagarstjarna, hann varð að hafa einlega vald á báðum. Hann átti að bæði að hafa langar línur og segja það til og stuttar knappar velfissulínur. Já, mér gæst þessi textagerðin sem nú svona svolítið mikið aðalega þetta. Hvað finnst þér svona, hvaða texta áttu einhvern texta sem þú ert ánægðastu með? Sem þér finnst þú hafa annarkvort fangað það sem þú ætlaðir að gera eða hitt naglan hressilega á höfuðið? Nei, þetta nú sem sagt 45 ára ferill í textagerð og ég veit ekki hvort að Anton Berg myndi mæla með einhverju sérstakri sælgætistegund sem verið beðin hann myndi segja þetta allt jafn gott eða vont ef maður fílar það ekki. En á þessum 40 árum, 5 árum þá eru ágætis hlutir alveg frá upphafi. Ég hef hvorki þroskast, þróast, breyst og nei, ég þá eftir lífið þá get ég ekki bent með eins sem nema ef ég fyrst að ég eitthvað verið sjálf óvinnsamt, þá myndi ég að benda á það. En notabene, ég hef nú lagt það fyrir mig líka að semja í óbundnu máli og besta kommenti sem ég hef fengið á þau skrif, það var titill á gagnrýni bók sem kom 1994 og titillinn á ritunum var Rænlaust orðafýlleri. Þá var ég hamingsamur. Já. Þú horfðir til mín og augun þín voru alvarleg og spyrjandi og engan mun gastu fundið á R og L. Og ég bros á mót og það lifnaði kannski lík í augum þér bros og ég ljóm eins og jólatréð á Austurvelli. Ég las einhvers staðar skrifað þig að þú, eitt af því sem þú gerðir væri að sýna betri hliðar undirmálsfólks en leið værirðu duglegur við að finna snögga bletti á borgarastéttinni. Þú eru svolítið hátimbrað, en þetta... Þetta er fólk áriðarandi bara. Já, ekki. En nei, ég utangarðsfólk sem nú reynar innangarð, Við erum all utangarð og útýst úr Eden. Þannig að við erum utangarðs. Þeir sem fara utangarðs frá okkur, þeir svona lenda innangarð. Og nei, ég er ekkert að finna einhverja betri hliðar á það, ég finn bara manneski. Ef ég er að stefna þannig stendur á, ég er á þeim vettfangi, En ég meina, betri borgar, þeir eru bara tómur snöggur blettar, ekki að lýsa heldur en einhverju kviku, Þeir hafa allar fallanir sem stekkjast í þessari veröld. Er þetta til hamingju með verðlaun, Megas? Til hamingju með verðlaun.